I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my... Paragliding, þetta þýðist á íslensku svifvængjaflug, en við skallast ekki. Hvað er þetta? Þetta er svona léttasta og aðgengilegasta flugform sem völ er á. Tók svolítið við af hanggliding eða þessum svifdrekum gömlu. Og er það sem eiginlega flestir byrja á í dag, þeir ákveða að læra svifflug í einhverju formi. Og þú hefur verið í þessu síðan 2003. Já. Hvað er það sem heillar við þetta? Ég vil ekki allir fljúga. Jú, er það ekki draumurinn? Jú, það er draumurinn. Ég held að mjög margir eigi sér þann draum svona einhverju marki og ég var bara þannig. Og svo var það þannig að félagi minn læriði þetta út í Bandaríkjunum og kynnti mig svona fyrir þessu. Og það þurfti ekki mikið til að selja mér þetta sko. En þetta hefur ekkert verið neitt opaslega lengi á Íslandi? Síðan 2000. Þá byrjaði þetta að koma hingað. Og þú lærir þetta 2003. Hver er svona tæknin við þetta? Þarf maður ekki að læra þetta? Jú, þú ert að læra flugvélsfræði og veðurfræði. Það er svona kannski það sem að flestu fólki finnst svona flóknustu þættirnir í þessu. Og þetta er tæknisport, þetta er ekki kraftasport eða neitt svoleiðis sko. Og þetta er svona líkamlega ekkert erfitt sko. En þið eruð nokkur í þessu fyrirtæki, Paragliding Iceland, og þið bjóðuð upp á námskeið. Getur hver sem er gert þetta? Já, við bjóðum upp á kynningaflug sem sagt hjá Paragliding Iceland, þar sem við fljúum bara með fólk sem þarf enga reynslu sko, en svo kennum við líka fyrir Fiskifélag Reykjavíkur og það er þá svona byrjendanámskeið meira. Þau eru kennd á vorin og eru bara fyrir hvern sem er sem hann treystir sér í það að fljúga. En mikið að fólk hætti við á síðustu stundu? En nei, ekki í svona farþegaflugi og ekki á námskeiðum heldur, en það er svona á námskeiði er svona kannski helmingurinn sem að fæ sér búnað og heldur áfram á fyrsta ári. En hvernig er með öryggisbúnað? Hvernig er hann? Já, það er náttúrulega hjálmur og skór með ökklastuðningi og svo erum við með varafallíf. Þannig að ef vængurinn sem sagt bilar eða flýgur ekki, þá ertu með varafallíf. Og slysahættan, er hún mikil? Þú stjórnar henni svolítið og sýnir góða dómgreind sko, þá áttu að geta haldið í svona tiltölulega lítilli hættu. En ef þú vilt svona, þetta fer svolítið eftir hvernig þú stundar sportið sko, ef þú vilt fara út í vegalengdarflug, fljúga einhverja 10 kílómetra, þá þarftu að fara inn í meiri ókyrrð því að það er liftið sko, og þá verður þetta meira krefjandi. Og svo getur þú gert þetta tiltölulega mjög hættulegt með því að fara í listflug. Núna erum við á Húsavíkurfjalli. Eru það góðar aðstæður og hverjar eru svona kjöraðstæðurnar til þess að stunda þetta? Já, sko Húsavíkurfjall er frábært fjall og ég skil ekki af hverju það er ekki allir Húsvíkingar að fljúga. Því að sko, hér er þetta fjall sem er mjög aðgengilegt á bíl. Það tekur ekki langan tíma að keyra hérna upp. Það tekur 3 áttir, eða allt nema austanátt, og svo er ég með þennan kamp hérna fyrir neðan sko, sem er líka hægt að sora í uppstreymi þegar vindur stendur beint á sko. Og eins og við höfum verið að gera núna fyrirpartin, það hefur verið að fljúga hér úr Húsavíkurfjalli og enda svo á kampinum og sora þar sko, þannig við lendum bara þar í fjörunni. Og hvað er maður lengi eins og við kjöraðstæður? Hvað getur maður verið lengi í loftinu? Já, tímunum saman við kjöraðstæður sko. Það er bara ef vindurinn stendur beint upp í fjallið, annarkvort ríkjandi vindur eða hafgola, þá getur við hangið uppi bara meðan það varir. En svo er líka þetta stílinn á termík eða hitauppstreymi. Það er bara eitthvað sem myndast þegar sólin hitar jörðina. Þá rís heita loftið. Flokkast þetta sem íþrótt og er keppt í þessu og þess að það? Þetta er íþrótt, alveg vissilega, og Fiskifélag Reykjavíkur er aðili að ISÍ. Og það er einmitt núna bara held ég 5 Íslendingar að keppa erlendis í þessu. Og þá er keppt í það er svona sett eitthvað task, þú ert að fljúga eitthvað ákveðið minnstur, einhverjar vegalengdir eða þvílíkt og Þannig að þetta er vaxandi sport á Íslandi? Já, ég myndi segja það. Mjög vaxandi. Það er svona, þessi er orðið meir en 100 virkir flugmenn á Reykjavíkursvæðinu. Og þið eru svona að ferðast landið og kynna þetta fyrir fólki. Eru það að reyna að fá fleiri til þess að koma með ykkur í þetta sport? Já, við viljum bara sjá aukna virkni í þessu. Úti á landi líka sko, og það hefur gengið ágætlega. Við erum að tengja svona svolítið virkja suðvesturhornið sko, það gengið mjög vel og komum hérna síðast í fyrra á mæridögum og héldum svona stutt kynningarnámskeið. Það var nú lítið mætt sko,
Og það er vandamál í þessu, sko. Það er að fá fjöldan til að borgi sig að kenna þetta á þessum litlu stöðum, sko. Samanborið við til dæmis fallhlífastökk, hvað hefur þetta fram yfir svoleiðis? Já, fallhlífastökk sko, fallhlíf nú bara hönnuð til þess að hægja á þér þegar þú ert að hrappa, sko, og koma þér niður með öruggum hætti, en paraglidar eru vængir sem eru hannaðir til að fljúga og komast upp. Vængur, paraglidar vængur eins og þú myndir fljúga, hann væri kannski 4 til 5 sinnum stærri heldur en fallhlíf sem þú myndir stökkva. Þannig að þetta er meira flug, sko, og meiri svona, eins og sé, þú getur flogið tímanum saman þegar aðstæður eru réttar, sko. Er þetta kannski bara það næsta sem maður kemst í að vera bara með vængi? Algjörlega. Það þýttir vélarlaust líka, það er mjög heillandi, sko. Þannig að það er engin hljóðmengun eða? Nei, og þú getur verið að fljúga með fuglum, sko. Og við notum fugla stundum þegar við þurfum að sjá hvað uppstæðir með, sko, fylgjum þeim. Æðislegt. Þú ætlar að bjóða mér í smá flug? Ég ætla að gera það. Eigum við ekki að græða okkur? Græða okkur. Gerum það. Þetta þarf ekkert að vera rosalega fast, bara þægilegt. Ok, það er þú. Ok. Ok, ég hleyp bara þangað til að ég er ekki að hlaupa lengur. Þú getur að hætta að hlaupa. Ok. 1, 2 og go! Hætta að hlaupa. Æðislegt. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Vá, hvað það var skemmtilegt. Já, þetta er gaman að fljúga sem við erum